Það var eitt sem var þarna sem fannst svolítið úr karakter að því ég hef náttúrulega þekkið ekki þannig en að þú hafir öskrað á öldukarinn í kastljósinu. Ég sá það á hérna mannlíf. Hvað gerðist þar? Þú vart alltaf, að því að ég horfði á þig í kastljósu, þú varst alltaf bara svona melló og bara dipló og... Ég sko, já, fyrsta lagi bara öskur aldrei, sko. Nei. Þannig að hérna, þetta fyrsta lagi ekki satt. Nei. Og þetta var svo sérstakt þegar hún ákvað að halda þessu fram að því að hún lýsir í þetta hafi verið eftir viðtal sem ég tók við hana, sko, en ég kannski ætti ekki að fara út í þetta mikið en á þessum stað voru bara, voru 2 sminkur og aðrir sem voru önnur sem var í viðtalinu líka og enginn þeirra staðfestir þetta, sko. Þetta bara, henni leið eitthvað illa eftir viðtalið. Já. Af því að hún hafi farið þarna í Hörpu og var einhvern veginn hálfpartinn að tala gegn notkun geðlyfja, minni mig. Já. Og þarna voru börn í sko, glíma við, eða ungmenni að glíma við kannski sjálfsvígshugsanir og svoleiðis og hún mætir þarna sem svona einhver leikmaður og ekki sálfræðingur og ekki geðlæknir og að tala gegn þessu og ég nálgaðist málið sem fjölmiðlamaður á þann hátt að fá hana og svo sálfræðing. Já. Og lét þær bara takast á þetta mál, hvort það væri skynsamlegt að hún væri að selja miða á 5.000 skall skiluru í Hörpunni og fylla hana og tala með kannski ekki nú djúpri þekkingu á geðheilbrigðismálum til þess að hafa áhrif á börn sem eru í viðkvæmri stöðu. Og henni fannst hún greinilega vera komin hana upp að vegg. Já, að sér vegið hana. Að sér vegið og ég veit ekki það. Ég hef örugglega verið gagnrýnin í þessu viðtali. Já, eðlilega. Og þetta finnst mér bara mikilvægt, sko. Já. En þegar ég fór í framboð, þá setti hún þetta eitthvað staðar fram til þess að reyna að koma höggi á mig greinilega. Og gott og vel, það hafði ekki áhrif. Nei. En það var enginn þarna sem að mér minni nú að Hafrún Kristjánsdóttir sem var með í þessu viðtali og var viðstödd þessu orðaskipti að hún hefði bara sagt opinberlega að þetta bara einhver hugaburður í henni. Já, þetta oft svona bara, það sem að ég hef oft séð þetta, á svona yngri kynslóðin, þessi kynslóð einhvern veginn ég ekki að alhæfa, en það svo mikil viðkvæmni oft í, ég hef alveg séð sko krakka segja, hann öskraði á mig og það var ekki verið öskraði, þetta var bara alls ekki, og Kitta var brjáluð og ég var alls ekki brjáluð, það svona oft svona, já. Að ég bara með þann sko reyni yfirleitt sko, ef ég verið reiður þá lækka ég yfirleitt röddina frekar en hækkana að því að mér finnst það bara svo þú leið og þú byrjar einhvern veginn að æsa þig mikið sko og þetta kannski háumanni í pólitík vegna sem ég finnst ekkert gaman að stjórnmálamönnum sem standa upp í pontu og eru bara öskrandi og þú veist, auðsandi einhverjum svívirðingum yfir aðra. Þú veist, það bara ekki mín pólitík. Og þannig að ég tengi bara rosalega lítið við þessa frásögn. Já. Og já. Það ekkert eitthvað, mér finnst alltaf þegar fólk fyrir að hækka róminn, að þá sé að nota það sem svona helmingin af vopninu sínu, þú veist, það ekki orðin, heldur bara hvernig ég segi það, þú veist, ég ógna þér. Það búin að tapa leið að hækka róminn. Já, ég alveg sammála því.